Komið þið sæl. Ég býð ykkur velkomin á 190. fundi Sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn sem fjarfundur. Áður en við göngum til formulegra dagskrár þá vil ég leggja til að við bætum 4 málum á áður auglýsta dagskrá fundarins. Það mál númer 20.04.002, niðurfelling á skólaakstri vegna COVID-19 erindi frá verktökum sem verður dagskrárliður 15. Það fundargerð félagsmálanefndar sem verður dagskrárliður 20. Síðan mál 20.04.003, það stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar sveitarstjórnar að óska umsagnar Minjastofnunar vegna skógræktarverkefna, það mál til kynningar og verður dagskrárliður 28. Síðan mál 19.11.007, það málshöfðun Arnarlóns EHF vegna lauga, það mál til kynningar sem verður dagskrárliður 31 og röð annarra dagskrárliða færist til í samræmi við framangreint. Þeir sem eru samþykkir því að taka þessi mál á dagskrá, skrifi hérna í spjallið. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá bara fyrsta mál á dagskrá, það mál 20.03.029, það ársreikningur Dalabyggðar 2019, fyrri umræða. En það búið að taka ársreikningi til umræðu í byggðarráði og núna hann kominn til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Og ég vil bara bjóða Harald Örn Reynisson, endurskoðanda, velkomin á fundinn til þess að fara yfir ársreikninginn. Gjörðu svo vel, Haraldur. Takk fyrir. Deila hérna með ykkur skjám. Og sjáum þið væntanlega ársreikning Dalabyggðar 2019 fyrir framan ykkur á skjá sem að nú komin hér til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Og mér langar kannski bara að byrja á því að renna svona yfir ársreikningin og svo í beinu framhaldi þá færum við yfir í endurskoðunarskýrsluna en í henni eru tölulegar upplýsingar sem eru beint úr ársreikningi ásamt svona viðbótar talnaefni sem gott að rýna aðeins í til þess að glöggva sig á stöðunni. Kannski ef við byrjum bara á því að ræða skýrslu og áritun sveitarstjóra og sveitarstjórnar vegna þess að eins og við ræddum í byggðarráði þá þurfum við að skjóta inn í þessa skýrslu klásulu eða umfjöllun COVID-19 heimsfaraldurinn og eins og þið þekkið og öllum ljóst að þá hefur hann og mun hafa töluverð áhrif á allan rekstur og þá sveitarfélaga líka. Þau áhrif eru bæði á tekjuhliðinni, þar að segja mögulega eru tekjustofnar sveitarfélaga að taka á sig högg þá í útsvari og mögulega fasteignasköttum, en eins erum við líka að tala um það að þetta hefur einhver sjóðsflæðisáhrif, þar að segja innheimtan högtir. Það verða örugglega einhverjar tilfærslur á mögulega á greiðslum og einnig náttúrulega til umræðu frestanir og gjaldum og annað slíkt. Við þurfum að fá frá ykkur áður en að við göngum frá svona reikningum til síðar umræðu fjöllun þetta og hérna þetta nú bara í samræmi við það sem allir að fást við þessa dagana. En einnig það þannig að menn þurfa að setja í samhengi þær aðgerðir sem menn hvert og eitt sveitarfélag að stefna að á næstu vikum og mögulega mánuðum. Til dæmis gætum við nefnt mögulega fjárfestingaverkefni ef að slíkt á brúnunum og þá þarf menn að teikna svolítið upp áhrifin á reksturinn. Þetta það sem ég vildi segja varðandi þetta. Nú áritun okkar, hún verður birt samhliða áritun sveitarstjórnar við síðar umræðu. Við sýnum hins vegar á eftir í drögum endurskoðunarskýrslu munum við hins vegar sýna áritunina eins og hún lítur út og eins og staðan í dag þá ekki neinar upplýsingar annað en að hún verði með hefðbundnu sniði. Og aðeins bara ef við rennum yfir rekstrarreikning ársins 2019 þá sjáið þið hérna ef við byrjum bara á örstnögt á A-hlutanum og síðan þegar við vindum okkur yfir í endurskoðunarskýrsluna þá kannski rýnum við þetta aðeins nánar. En heildartekjur A-hlutans eru 791,5 milljón samanborið við 774 árið áður. Þetta eru eilítið lægri tekjur heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum.
en áætlanir með viðaukum höfðu gert ráð fyrir 816,6 milljónum. Laun og launatengd gjöld eru í A-hlutanum eru 398 milljónir sem eilítið hærra heldur en í fyrra ári en allnokkuð undir áætlunum eins og menn höfðu samþykkt þar með viðaukum. Nú lífeyrisskuldbindingin, það gjaldfærð í samræmi við útreiknaða stærðir tryggingastarfræðings talnakönnunar og er þarna að ræða gjaldfærslu upp á tæpar 20 milljónir, samanborið við 7,3 milljónir árið áður. Það rétt að taka það fram að það urðu ákveðnar breytingar á líkum sem að notaðar eru til þess að reikna örorku og endurhæfingar líkur og lífslíkum þeirra sem liggja að baki þessum skuldbindingum og það birtist svona með svolítið mismunandi hætti í sveitarfélögunum sem ræðir og í ykkar tilfelli þá þetta nú heldur meira heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum. Nú annar rekstrarkostnaður A-hlutans 565,9, það undir áætlunum með viðaukum en töluvert hærra heldur en ásetningurinn í fyrra, þar sé annar rekstrarkostnaður 2018 í A-hlutanum og fyrir því skýring og það framlagið til dvalarheimilis Silfurtúns, hún gjaldfærð þarna inni undir öðrum rekstrarkostnaði sem framlag. Þannig að það ekki alveg þannig að menn geti tekið þetta og borið þetta saman við fyrra ár, en það ber rekstrarniðurstaða A-hlutans það með sér sem að þarna verulega einskiptis gjaldfærslu að ræða, þar sem að menn með einskiptis framlag til dvalarheimilis Silfurtúns og það fjallað það í drögum og endurskoðunarskýrslunni. Þetta gerir það að verkum að við með tap á A-hlutanum upp á 220 milljónir. Það samt minna tap heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum en á móti kemur að árið 2018 var A-hlutin rekinn með tæplega 81 milljón króna rekstrarafgangi. Og ef við tökum svona bara örstutt yfir samstæðuna í heild sinni þá rekstrartekjur samstæðunnar 962 milljónir tæpar, töluvert hærra eða nokkuð hærra heldur en árið áður en eilítið undir áætlunum með viðaukum. Nú rekstrargjöldin í samstæðunni í heild sinni 846,6 milljónir, eilítil hækkun frá fyrra ári en aftur komum við að þessu og þetta undir, annar rekstrarkostnaður svolítið undir hjá okkur áætlunum með viðaukum og þarna þið í raun og veru að horfa á rekstrarkostnað sem þá utan samstæðunnar og þarna sjáið þið þá að annar rekstrarkostnaður ekki að vaxa svona þegar við horfum til ytri gjalda sem greidd til ytri aðila. Þannig að rekstrarniðurstaða samstæðunnar ykkar eða ársreikningsdalabyggðar jákvæð upp á 64,5 milljónir. Í áætlunum með viðaukum hefðu þið gert ráð fyrir 12 milljónum en rekstrarniðurstaða ársins 2019 betri heldur en hún var í ársreikningi 2018. Viljum við ekki taka þetta bara svona kannski í einni lotu og svo tökum við þá samtalið á eftir. Ég held að. Nú ef við förum svo áfram hér yfir í efnahagsreikninginn, þá var náttúrulega að ræða einhverjar fjárfestingar hjá okkur á árinu og við sjáum það í skýringu 8b hvernig þær listaðar upp. En það kannski bara að hoppa hérna niður í að varanlegir rekstrarfjármunir samstæðunnar 1,043 milljónir og samanborið við 1,037 milljónir árið áður. Stofnframlög og eignarhlutir í félögum til sjá að þeir hafa hækkað á milli ára og ástæðan það að eignfærslan á framlaginu til sjálfseignarstofnunarinnar, húsnæðissjálfseignarstofnunarinnar ykkar Hvammar, það fært þarna til hækkunar. Og síðan kemur fyrirframgreiðsla brúar sem að við þekkjum orðið núna og búið að vera alveg síðan eða var gert upp 2018, kom fyrst 2017 inn en langtíma hlutin af henni 78,4 milljónir samanborið við 81,5 árið áður og það raun og veru bara gjaldfærsla ársins sem að munar þarna og hún 3,1 milljón árlega og verður þannig næstu 20 árin. Og það örlítil tekjuskattseign í félagi sem í B-hlutanum, það fasteignafélagi ykkar sem þar
Og síðan eru birgðir, það eru eiginlega birgðir, þetta eru að megninu til ljósleiðara efnið í Dalaveitum. Nú óinnheimtar tekjur hækka örlítið, þið sjáið nánar skiptinguna á því í skýringu 13, hvernig það skiptist á milli annars vegar óinnheimtra skatttekna og hins vegar annarra óinnheimtra þjónustutekna. Og ég held að það sé svo sem ekki margt annað að fjalla þarna nema það að staða handbærs hún er nokkuð góð í árslok eða 165,7 milljónir samanborið við 135,8 milljónir árið áður. Og ef við förum síðan hér yfir í IFI og skuldir, nú það er líkt og áður, þá er hlutdeild minnihluta í eigin fé birt sérstaklega vegna þess að það eru fyrirtæki inn í B-hlutana sem ekki að fullu í eigu Dalabyggðar og það er birt þarna í sér línu, það er að segja 42,8 milljónir er hlutdeild minnihlutans í eigin fé samstæðureikningsins eða samstæðunar og eigin fé sveitarfélags er 81,5 milljónir. Nú lífeyrisskuldbindingin, hún hækkar á milli ára og þannig erum við að horfa semst á þann hluta sem kemur til greiðslu 2021 og síðar, nemur það 110 milljónum. Nú skuldir við lánastofnanir lækka á milli ára þær afborganir sem voru greiddar á árinu 2019 og næsta árs afborganir þessara lána þær nema 38 milljónum tæpum samanborið við 34 árið áður. Þannig kemur skammtímahluti lífeyrisskuldbindingarinnar fram. Þessi þáttur kemur til með að vaxa á næstu árum eftir því sem að fleiri aðilar innan skuldbindingarinnar fara að taka lífeyri eða hefja töku lífeyris. Og síðan erum við þá með aðrar skammtímaskuldir þarna upp á tæpar 161 milljónir. Þannig að heildarskuldbindingar samstæðunnar eru 651,2 samanborið við 644,5 árið áður. Við vindum okkur hér strax í sjóðstreymið sem er nú kannski svona hjartað af því sem menn að tala á þessum tímum. Það er annars vegar gott að hafa það í huga að í öllum sveitarfélögum eru menn að skoða annars vegar rekstrarhliðina og síðan eru menn þá að velta fyrir sér hvaða getu hafa sveitarfélögin sem eru í þessari stöðu til þess að fara í frekari framkvæmdir og þá þarf að horfa annars vegar bara til skuldsetningarinn í heild en það þarf einnig að horfa til þess hversu miklu veltufé er reksturinn að skila vegna þess að veltuféð gefur okkur þá hugmynd það hversu miklar skuldir og framkvæmdir reksturinn getur fóðrað án þess að það komi til lántöku. Og ef við tökum bara samstæðuna í heild sinni þarna þá er veltufé frá rekstri samstæðunar 128,9 milljónir sem er töluvert betra heldur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir og nokkuð betra heldur en á síðasta ári, það er að segja 2018. Nú þegar búið er að taka tillit til breytinga á rekstrartekjum eignum og skuldum þá er handbært fé frá rekstri 94,1 milljón samanborið við 9,5 milljónir árið áður og einnig er staða handbærsfjár frá rekstri betri heldur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Og fjárfestingar ykkar eru í varanlegum rekstrarfjármunum það er sem sagt þeir má eiginlega horfa á þetta þannig að menn velti því fyrir sér hvernig var þessum peningu þá ráðstafað. Nú það var fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum upp á 16,9 milljónir. Áætlanir höfðu gert ráð fyrir töluvert meiri fjárfestingu en tímalínan hefur orðið önnur hjá okkur heldur en að áætlanir gerðu ráð fyrir. Og síðan er þarna stofnframlagið sem ég nefndi áðan og skýrði breytinguna á stofnframlögum og eignarhlutum í félögum upp á 12 milljónir. Nú það er ekki að ræða neitt yfirdrátt og það er ekki tekið langtímalán sem áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Þau höfðu gert ráð fyrir í áætlunum viðkvæm að taka 50 milljón króna lán og afborganir á langtímalánum eru þarna 35,3 milljónir og þá sjáum við ef við setjum það í samhengi við veltuféð að það er svona í tæpar 100 milljónir sem reksturinn á að geta skilað á árinu til þess að svona standi í fjárfestingum. En hins vegar er það þannig að handbæra féð það hækkar á árinu tæpar 30 milljónir og er í árslok eins og áður sagði 165,7 milljónir. Þannig að sveitarfélagið með því að
menn horfa svona á þetta út frá þessari stöðu sem uppi í dag, þá erum við að tala um það handbært fé til staðar. Menn eru svo sem búnir að leggja upp í fjárhagsáætlun upp með einhverjar ákveðnar fjárfestingar og við skoðum það kannski nánar á eftir í endurskoðunarskýrslunni. En það ég var að spá að hoppa hérna niður í þessa fjárfestingarskýringuna. Hérna sjáum við þess sundurliðunina á fjárfestingum ársins og ég hoppa hérna niður kannski sérstaklega bara til þess að benda á að eins og í fjárfestingin í Silfurtúninu var nokkuð minni heldur en áætlanir með viðaukum hefði gert ráð fyrir. Það eins fráveituna, það nokkuð undir því sem höfðu gert ráð fyrir og eins ljósleiðarinn eða framkvæmdakostnaðurinn þar, hann eilítið undir því sem höfðu reiknað með í áætlunum með viðaukum. Fyrir þessu eru skýringar sem að þið þekkið öll og kannski óþarft að tíunda það frekar. Bara svona þegar að við áður en að við göngum frá reikningnum til síðari umræðu, þá rétt að benda það að við þurfum að skjóta inn þegar þið hafi náð utan svona áhrifin á fjárhagsáætlunin eitthvað að skjóta inn skýringu sem að getur atburði eftir reikningsskiladag og þar drögum við þá saman með skörpum hætti aðeins umfjöllun þetta og með hvaða hætti sveitarfélagið að bregðast við þessari stöðu sem að uppi og það kemur þá hér aftast í skýringabakkanum hér einhvers staðar á þessu bili milli 18 og 19. Nú ef ég geri hér tilraun til að hoppa yfir í endurskoðunarskýrsluna, ég held að þið sjáið þetta og þið bara grípið orðið ef þið sjáið ekki eða gerir mér viðvart með öðrum hætti. Ég ætla að renna hérna örlítið yfir þessi drög af endurskoðunarskýrslu sem að liggja fyrir. Ástæðan fyrir því að þetta merkt sem drög að við munum birta hana í endanlegu formi þegar að ársreikningurinn verður staðfestur við síðari umræðu og þá verður búið að þétta svolítið umfjöllunina bæði í ársreikningnum áhrif COVID heimsfaraldursins og þá inn í endurskoðunarskýrslunni líka. Nú hér bara svona hefðbundin inngangur af umfjöllunum þá vinnu sem við höfum verið að framkvæma og þessi skýrsla inniheldur niðurstöður endurskoðunar okkar á ársreikningi fyrir 2019 og henni náttúrulega fyrst og fremst ætlað að upplýsa ykkur og ræða þau mál sem að við teljum að eigi erindi við ykkur og komu upp. En við munum einnig að sjálfsögðu alltaf til samtals þessa hluti. Nú markmið endurskoðunar það að veita óháð álit á ársreikningnum og staðfesta að skýrsla stjórnar uppfylli kröfur laga og við vinnum endurskoðunar okkar í samræmi við alþjóðlega staðla endurskoðun. Við þar af leiðandi gerum við ráð fyrir því að þetta vettvangurinn til þess að koma á framfæri þá ábendingu sem við teljum vera mikilvægar til ykkar en einnig þarna í viðaukum sem á síðu 19 og aftur til 38 þar verið að setja í samhengi svolítið þær rauntölur sem að liggja núna fyrir við samþykktar fjárhagsáætlanir sveitarfélagsins til næstu 4 ára. Nú ef við vindum okkur bara beint hér í niðurstöðu endurskoðunarinnar, við skiptum þessu almennt svona í þrennt varðandi áherslurnar, það að segja við okkur ber að kanna eftirlit og fjárhagskerfi sveitarfélagsins til þess að mynda okkur skoðun á því hversu vel þau í stakk búin til þess að byggja undir og tryggja það að ársreikningurinn sé í meginatriðum án skekkju. Okkur ber lögum samkvæmt að framkvæma stjórnsýsluskoðun og síðan eru þá önnur áhersluatriði sem að snúa þá að þeim atriðum sem eru efst á baugi hverju sinni. Og það eru þarna umfjöllun atburð eftir lok reikningsskiladags og þar þessi COVID heimsfaraldur sem allir kannast við að hefur gríðarleg áhrif á samfélagið okkar og þarna munum við koma þá inn í endanlegri útgáfu þéttari umfjöllun þetta og á blaðsíðu 16 í skýrslunni. Og hvað ófrágengið
eins og þið þekkið þá þurfa ársreikningar sveitarfélaga að fara í gegnum 2 umræður áður en þeir hljóta staðfestingu og við síðari umræðu þá árita stjórnendur staðfestingarbréf stjórnanda svokallað. Nú sveitarstjórn áritar og tekur hann til afgreiðslu við síðari umræðu og á þeim tímapunkti áritum við einnig sem endurskoðendur. Nú varðandi veikleika í innra eftirlit eða mögulega veikleika, það kom ekki fram verulegir veikleikar í innra eftirlit við skoðun okkar. Við komum hins vegar á framfæri, það munum koma á framfæri ábendingum veikleika eða tækifæri til úrbóta í sérstakri skýrslu til sveitarstjóra í framhaldinu. Nú varðandi aðeins í veikleika sem hafa komið upp í stjórnsýslu, þá bara ítrekum við ábendingu okkar að huga sig að tímamörkum samþykktar og viðaukum í fjárhagsáætlun. Þannig að það fari saman ákvörðunin aukin útgjöld eða skuldbindingar fari saman við fyrirtökuna á viðaukanum með þeim gögnum sem að þurfa að liggja þar til grundvallar. Ég veit að þið hafi verið að skerpa á þessu og taki þetta áfram og reikna ég fastlega með. Nú óleiðréttir mismunir, sjáum það aðeins nánar á næstu glæru að það komi ekki fram neinir mismunir við endurskoðunina og þegar við eigum við mismuni þá erum við að tala það út frá fjárhæðum sem sett eru sem mikilvægismörk. Ég ætla ekki kannski að gera ykkur sérfræðinga í endurskoðun en við ætlum samt að stíga niður í nokkrar tölur í þessu að þegar við reiknum út mikilvægismörkin þá erum við að horfa til þess að það þá fjárhæð sem að reikningsskilin gætu verið skökkum. Þannig að lesandi þeirra tæki mögulega ranga ákvörðun byggða á þeim upplýsingum. Og þetta reiknað út frá meðaltekjum fyrir 3 ár, það að segja rauntölur 2017, 2018 og svo fyrirliggjandi fjárhagsáætlun 2019. Þannig að fjárhæðin sem verið að reikna þetta út frá í tilfelli Dalabyggðar eru 939,2 milljónir. Nú mikilvægismörkin eru þá 28,2 milljónir, það að segja ef ásetningurinn eitthvað væri skakkur þá fjárhæð, þá getur menn farið að taka rangar ákvarðanir út frá þessi lesendur. Það þýðir eins og ekki það að við skoðum bara allar fjárhæðir sem yfir þessari tölu, heldur eru sett fram svona svokölluð neðri mörk, kallað AMPT í þessu efni og þau eru 1,4 milljónir sem nánast sama fjárhæð eins og var notuð við endurskoðun ársreiknings 2018 og til þess að setja þetta bara í samhengi fyrir ykkur það þannig að ef við komum yfir mismuni sem að eru umfram þessar 1,4 milljónir þá fer það á mismunarlista. Því svo safnað saman og ef það fer að nálgast síðan samanlagt þessi mikilvægismörk og eru ekki leiðrétt þá þurfum við að bregðast við. En eins og ég talaði hér áðan í glærunni að framan þá var ekki að ræða neina mismuni sem voru færðir inn á mismunarlista. Þannig að það kom ekki til þess. Aðeins varðandi umfang endurskoðunarinnar, við okkar vinnu þá eru nánast allar einingar undir hjá okkur og hér erum við að setja þetta í samhengi við tekjur. Það að segja hversu stóran hluta af tekjunum höfum við náð að staðfesta með beinum endurskoðunaraðgerðum sem endurskoðendur sveitarfélagsins. Það að segja þetta teymi sem sinnir því og það eru 98,1% af tekjum samstæðunar. Þannig að við erum með mjög góða vissu fyrir umfangið allavega mjög viðfemt og ekki mikla líkur á skekkju í tekjum eins og fyrir fasteignafélagið Hvamm sem óendurskoðaðar ásetningur af öðrum endurskoðanda sem tekur þau reikningsskil saman. Þannig að þannig náum við þessu saman. Nú fyrirhuguð áritun okkar á reikningsskilin, hér birtum við hana og eins og ég gat í upphafið þá er ekki að svo stöddur neitt til til þess að vera með frávik frá henni. Þannig að hún er með hefðbundnu sniði. Síðan bara örlítið áherslur í endurskoðuninni og innra eftirlitið er sérstakur fókuspunktur alltaf þegar við erum að sinna endurskoðuninni til þess að meta hversu mikið þarf umfangið af vinnun okkar að vera til þess að ná hæfilegri vissu fyrir því að reikningsskilin séu án verulegra skekkju. Nú niðurstaðan úr þessari skoðun er að það er engar verulegar annmarkar á innra eftirlitinu hjá okkur. En við komum eins og á framfæri svona einhverjum ábendingum sem eru fyrst og fremst tækifæri til úrbóta
og þá fylgjum því svo eftir með sérstakri skýrslu til sveitarstjóra. Nú, eðli málsins samkvæmt þegar að skrifstofa er kannski ekki með fjölmenn, þá er erfitt að koma við algjörlega fullkominni aðgreiningu starfa. Þannig að í einhverjum tilfellum er hún ekki fullnægjandi. Stjórnendur eru meðvitaðir þetta og við rýndum einnig svona þær aðgerðir sem menn er að framkvæma til þess að kanna hvort að það hafi komið nokkuð upp, þetta sem að menn kalla mögulega sniðgöngu stjórnenda á því eftirliti sem er til staðar. Og það sem við vinnum í því til þess að fá ákveðna vissu fyrir því að það sé ekki verið að ástunda slíkt, er að við skoðum hvort að það sé að ræða verulega færslur sem er ekki hluta hefðbundinni starfsemi sveitarfélagsins eða eru á annan hátt óvanalegar og hvort að meðferð á svona bókhaldsleg meðferð á til dæmis matsliðum, gröfum eða öðru slíku væri viðeigandi og síðan tökum við þá gagnagreiningar og leitum að sviksumsfærslu með sjálfvirkum aðgerðum. Það er í stuttumáli sagt að það er enga vísbendingur sniðgöngu stjórna á því innra eftirliti sem er til staðar. Nú hér er örlítið stjórnsýslu, niðurstöðu stjórnsýsluskoðunarinnar. Nú og við erum bara að brýna menn á því að sé hugað að tímasetningu samþykktar á viðaukum við gildandi fjárhagsáætlun hverju sinni. Þar sé hann liggi fyrir áður eða allavega samhliða ákvörðunum útgjöld. Og við komum á framfæri öðrum ábendingum þar sem er tækifæri til úrbóta í sérstakri skýrslu til sveitarstjóra og við fylgjum þessum ábendingum eftir bæði þeim sem við erum þá með vegna ársins 2000 og vegna innra eftirlitsins og svo eins varðandi stjórnsýslu í endurskoðun ársins 2020. Nú önnur svona áhersluatriði í þessum texta er dálítið fjallað það með hvaða hætti við nálgumst endurskoðun á einstaka liðum sveitarfélagsins. Og varanlegir rekstrarfjármunir eru 70% af heildareignum sveitarfélagsins þannig að við fáum nokkuð góða vissu fyrir því með yfirferð á þeim viðbótum sem eru til staðar á hverju ári og endurskoðunarvissan þar af leiðandi ákaflega góð. Og hins vegar erum við þarna með lóðir og lendur og þær eru alltaf endurmetnar á hverju ári miðað við þá lóðaleigu sem er verið að innheimta í samræmi við þær reikningsskilareglur sem það gilda. Það er færð breyting ef að hreyfingin á þessu er meira en 5% af bókfæruvirði og það er það hjá ykkur og vegna ársins 2019, þannig að það er færð hækkun á 24,3 milljónir og námum það er 160, lóðirnar ykkar, lóður og lendur í efnahagsreikningi nema 161,7 milljónir króna í árslok. Nú stofnframlögin, eina breytingin á því á árinu er þessi hækkun vegna stofnframlags til Bakkahvamms eins og þið þekkið og eignarhlutir eru færðir á kostnaðarverði en það er tekið svona niðurfærslu mat á þessu og niðurfærslan í samstæðunni heild sinni nam 12,1 milljón og breytist hún ekki á árinu. Og þarna er umfjöllun líka fyrirframgreiðsluna til brúar og við fórum ágætlega yfir það þegar við fórum yfir ásetningin aðeins varðandi óinnheimtu tekjurnar. Nú útsvara fasteignaskattar, þeir hækkuðu 4,3% á milli ára og námu 362,4 milljónum á árinu. Óinnheimtu skatttekjurnar, eins og við töluðum áðan, þá sjáum við sundurinn af því í skýringu ársreikningsins en óinnheimtu skatttekjurnar eru 30,2 milljónir samanborið við 33,5 árið áður en aðrar óinnheimtar tekjur námu 80,4 milljónum, hækkuðu lítið á milli ára. Og svo er það þannig að þetta mat á þessum innheimtun á þessu er metið með tvennum hætti. Það er annars vegar metnar sérstaklega þessar óinnheimtu skatttekjur og svo hins vegar þessar almennu óinnheimtu tekjur eða aðrar kröfur. Og niðurfærslan út af skatttekjunum er 20,5 milljónir í árslok og hún lækkar eilítið á milli ára en niðurfærsla vegna annarra tekna nam 8,6 milljónum samanborið við 3,3 og hún hækkar hins vegar lítið á milli ára. Bara til að setja niðurfærsluna á óinnheimtu skatttekjunum í samhengi við það sem er útistandandi hjá okkur. Þá eru með dráttarvöxtum 26,3 milljónir útistandandi í óinnheimtu útsvari og þessi niðurfærsla sem verið að færa þarna nemur sirka 77,9% af eftirstöðunum þannig að þeir eru með ákaflega varfærið mat á innheimtuna á þessum kröfum.
Já, nú við erum búin að fjalla svo sem ágætlega lífeyrisskuldbindinguna og það eru skuldir hins vegar við lánastofnanir eru skiptast þarna í 338,7 milljónir sem langtíma hlutin, kemur til greiðslu 21 og síðar og svo skammtíma hlutin þarna 38 milljónir tæpar. Og ykkar lán eru að verulegu leyti í íslenskum krónum og verðtryggðum lánum eða 90,2% og 7,8% eru óverðtryggð og svo eru við með 2% eru í gengistryggði í evrum. Vísi ykkur bara í skýringuna til að sjá dreifinguna eða hvernig næsta árs afborganir falla til á næstu 5 árum. Dveljum ekki við það. Nú skuldbindingar utan efnahags, þar er verið að tala sem sagt þessi heilbrigðiseftirlit og byggðasamlögin sem þið eru þáttakendur í og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Það er aðeins fjallað í skýringu 18 í ársreikningnum. Sveitarfélögin bera hlutfallslega ábyrgð á skuldum þessara byggðasamlaga miðað við samanlagða íbúatölu nema í byggðasamlagum brunavarnirnar þá er það líka tengt fasteignamatinu að einhverju leyti. Við minnum á þetta yfirlit ábyrgðarskuldbindingar að við þurfum að þarf að ganga frá því og staðfesta það við síðari umræðu ársreikningsins og það er gott að muna eftir því að taka það saman og þá nær það líka til þessara byggðasamlaga sem við nefndum að ofan. Ég ætla ekki að dvelja mikið við þessar hér glærur, þetta er verið að telja upp sem sagt hvern samsetninguna á tekjunum ykkar og það er eðli málsins samkvæmt eru skatttekjurnar nærri 69,3% af heildartekjum sveitarfélagsins og þá hafið þið það í huga að jöfnunarsjóðurinn telst með skatttekjunum og svo eru aðrar tekjur sveitarfélagsins þær liggja að langstærstum hluta í Silfurtúni eða 49% af öðrum tekjum sveitarfélagsins eiga uppruna sinn í Silfurtúni. Hér er síðan glæra sem ætluð er undir umfjöllunina COVID og með hvaða hætti sveitarfélagið hyggst bregðast við svona skammtímasveiflum í sjóðsflæði og hvort sem það er þá með því að tryggja sér einhverju lánalínur eða aðgang að þeim eða með hvaða hætti sem það er því að eigið líka handbært fé í sjóðum. En það er líka þetta kannski þarna neðsta línan, það er alveg ljóst að þær forsendur sem að menn lögðu af stað með þegar að menn samþykktu fjárhagsáætlun 2020, þær eru að miklu leyti brostnar. Þannig að mér þykir mjög líklegt og ég veit að þið eru þegar byrjuð að skoða áhrif þessa á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Og aðrar upplýsingar til ykkar. Við höfum ekki farið fram á sérstakar staðfestingar umfram þær sem koma fram í hefðbundnu staðfestingarbréfi stjórnenda sem að staðfest verður við síðar umræðu. Það komi ekki upp verulega atriði vegna tengdra aðila í endurskoðun okkar. Og það er faglegt mat okkar að ekkert hafi komið fram í endurskoðunni sem hefur verulega áhrif á reikningsskilagerðina. Það er að segja að við teljum að framsetningin á honum sé í samræmi við reglur sem að þar gilda. Við höfum greint stjórnendum frá helstu veikleikum í innra eftirliti eða tækifæri til útbóta sem að komu upp í endurskoðunina. Nú áratunin okkar á ársreikningi sveitarfélagsins verður fyrirvaralaus. Það hafi ekki komið upp sviksemisatvik eða grunur sviksemi stjórnenda sveitarfélagsins eða starfsmanna í líkistöðum innra eftirlits sem leiði til verulegra skekkju í reikningnum. Engir verulegir erfiðleikar við framkvæmd endurskoðunarinnar. Ekki ágreiningur milli endurskoðunarteymis eða stjórnenda og stjórnendur settu engar takmarkanir á umfang endurskoðunarinnar. Nú KPMG er óháð sem og allt endurskoðunarteymið sem að sinnir þjónustu við Dalabyggð og eins og ég sagði áðan þá er reikningsskilaðferðirnar taldar viðeigandi fyrir reikningsskil sveitarfélagsins. Nú aðeins svo er bara fjallað hér ábyrgð endurskoðanda og það er svo sem ekki að fara að þylja það en síðan er einnig þarna fyrir neðan staðfesting á óhæði okkar þannig að því sé formlega komið á framfæri við stjórnendur og sveitarstjórn. Nú því næst förum við hér aðeins yfir í viðauka svo kallaða og hér er kannski verið að leitast við það að setja saman rauntölurnar fyrir 2018-19 við samþykktar fjárhagsáætlanir. Við vorum búin að fara ágætlega yfir rekstrarreikninginn og efnahagsreikninginn áðan en
En hér á þessari mynd verið að setja í samhengi annars vegar þá niðurstöðu ársreiknings 2019 í samanburði við áætlun með viðaukum og svo hins vegar upphaflegu áætlunina og því sjáið að stóri munurinn liggur í þessu viðauka sem var samþykktur síðla árs 2019 og sneri að þessu framlagi til dvalarheimilisins Silfurtúns. Og hér erum við síðan með A- og B-hlutann samtals. Þá erum við að horfa í það að afkoman 64,5 milljónir töluvert umfram áætlanir með viðaukum fyrir árið 2019 en hún nú nokkuð nálægt lagi áætlun með viðaukum og svo upphaflega áætlun. Þannig ekki miklar breytingar þarna á milli fyrir samstæðan í heild sinni. Hér fjárfestinga samanburði við fjárhagsáætlunina, það er að segja upphafleg og með viðaukum. Við fórum ágætlega yfir það áðan þegar við fórum yfir skýringuna. Hér eru tölur úr ársreikningnum, það er kannski bara að hnykkja á því að framleiðarhlutfallið heldur betra, það er prósenti betra núna, það er 12% samanburði við 11% á fyrra ári og þegar við erum að tala um framleiðarhlutfall þá það rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir sem hlutfall af heildartekjum einingarinnar. Efnahagsreikningurinn minntist aðeins á byrðirnar áðan, það eru 11,9 milljónir af þessum 14,4 milljónum eru ljósleiðaraefni og svo einhver efnislægir í vatnsveitinu inn í Dalaveitum. Þetta skýrir þessar byrðir sem eru þarna til staðar hjá ykkur. Nú eigið fé breytingin á því, það vegna jákvæðrar rekstrarniðurstöðu og svo endurmati á lóð og lendum og eigin fjárhlutfallið ykkar 56% í árslok. Sjóðstreymisyfirliti vorum við búin að rýna nokkuð ítarlega áðan, þannig að ég ætla að slepp ykkur við að fara yfir það aftur. Nú hér erum við síðan með þá á næstu tveimur glærur rekstur A-hlutastofnanna fyrir árið 2019 og þarna erum við kannski svona aðeins að draga það fram að hækkun annars rekstrarkostnaðar skýrist að framlagi aðalsjóðs til Silfurtúns sem að nam 295,8 milljónum. Viðaukinn ykkar hafði gert ráð fyrir allt að 300 milljónum, þannig að þetta er staðan sem að við endum í. Nú síðan það rekstur B-hluta fyrirtækjanna, Vatnsveitan, hún með rekin með rekstrarafgangi upp á 10,4 milljónir, lítið hærra heldur en árið áður. Fráveitan með 3 milljónir í rekstrarafgang og Dalaveitur eru með eilítið tap. Það má eins og að búast við því að þegar að ljósleiðarinn verður kominn af stað og menn farnir að greiða afnotagjöld af fullum krafti að þá verði einingin sjálfbær eins og áætlanir gerðu ráð fyrir við upphaf verkefnisins. Nú Silfurtún, aðeins bara rétt að fjalla það að þetta breytir náttúrulega gríðarlega miklu með rekstrarniðurstöðu Silfurtúns þegar að aðalsjóður hreinsar út skuldir sem að höfðu áður verið vaxtareiknaðar. Og ef við horfum á það að kannski þetta svona fyrsta ári þá sem við erum að horfa á rekstrarniðurstöðuna án vaxta og það að segja þá 2020 en ef við hefðum tekið tillit til framlagsins frá aðalsjóði þá var rekstrarniðurstaðan þá án vaxtahlutans neikvæð 9 milljónir og það kannski eitthvað sem þá verkefnið að reyna að ef að menn sjá fram á það að einingin þurfi framlag til þess að geta staðið á núlli og þá spurning það hvort að ef menn ná því ekki fram með hagræðingaraðgerðum eða viðbóta framlögum frá hinu opinbera eða Sjúkratryggingum Íslands að þá mögulega vakna þær spurningar það hvort að menn þurfi að vera hreinlega með framlög, reglubundin framlög og bara vekja athygli á því að samkvæmt fjárhagsáætlun 2020 til 2023 þá gert ráð fyrir áformhandlandi halla á Silfurtúni eða samtals 93,2 milljónum á þessu tímabili. Þið þurfið gagngert að skoða áætlanir ykkar fyrir það tímabil út frá þessari nýju forsendu, það er að segja þessi uppsafnaði halli gerði ráð fyrir töluverðum vaxtagjöldum inn í einingunni. Almennt gildir það eins og áður við rekstur B-hluta að ef það fyrirséð að verður ekki viðsnúningur í þeim þá þurfum við að koma til framlög frá A-hlutanum og það þarf þá að vera hluti af því að yfirfara fjárhagsáætlun ársins hverju sinni.
Já, síðan það fasteignafélagið Hvammur, það með rekið hérna með örlitlu tapi upp á 1,4 milljónir og svo Dalagisting hérna með rekstrarafgang upp á 609.000. Hér erum við með örlítið gulmertan texta vegna þess að hér þegar að endanlegi ársreikningurinn liggur fyrir og endanlega eintak skýrslunnar verður gefið út, þá verðum við búin að fylla hér út umfjöllun sem er þá í samræmi við samantekt ykkar á þessum hlutum. Nú á næstu glæru erum við kannski að tína svolítið saman þá upplýsingar rauntölurnar og setja það í samhengi við það sem að menn hafa lagt upp með í fjárhagsáætlunum sínum. Og áætlanirnar er eitthvað að gera ráð fyrir því að það sé jákvæð rekstrarniðurstaða öll árin. Þar af leiðandi er ekki verið að risikera kannski rekstrarjöfnuði. En í áætlun 2021 þá er gert ráð fyrir verulegum rekstrarafgangi og svo teiknar menn þetta náttúrulega upp reglulega og með hliðsjón af því hvort að hvað það er sem er gert ráð fyrir að menn sé að innleysa á þessum tíma og hvort að það sé viðeigandi áfram. Nú við erum líka að setja í samhengi veltufé fyrir rekstri, þar að segja uppsafnaða veltuféð við þessar afborganir langtímalána og skuldbindingar sem á sveitarfélaginu hvíla. Nú við sjáum að veltufé fyrir rekstri er 128,9 milljónir samkvæmt ársreikningi 2019 og þið erum með heldur hógværari væntingar í fjárhagsáætlunum ykkar fyrir 2020 til 2023, sem sagt þarna frá 67 milljónum tæpum og upp í 93,4 milljónir gangi áætlanir eftir. Nú á sama tíma eru afborganir langtímalána og skuldbindinga og ef við svona drögum þetta saman þá ætti greiðslu afgangurinn frá rekstri á þessu tímabili með hliðsjón af afborganir langtímalána að vera einhvers staðar í kringum 170 milljónir. Það þýðir það að ef áætlanir ganga eftir þá ættum við að eiga þessa fjármuni til þess að geta ráðstafað í fjárfestingar. Annað, þetta er einföldu mynd en þetta gefur samt svona góða hugmynd stóru þættin í þessu. Nú fjárfestingarhreyfingarnar uppsafnaðar, það er nema 881,2 milljónum, þannig að uppsafnaða fjárþörfin fyrir tímabilið gangi þessar fjárfestingar eftir er 710,7 milljónir sem þarf þá væntanlega að fjármagna með lántöku ef að menn hreyfa ná ekki meira veltufé út úr rekstrinum. Skuldahlutfall og skuldaviðmið í öllum tilfellum samkvæmt áætlunum undir því sem að lög kveða á það aðgerðir sem menn mögulega taka ákvarðanir núna í framhaldinu, hreyfa þetta eitthvað og við hvetjum ykkur til þess að rýna kannski þau mál með því líkani sem að við sendum á sveitarstjóra og til þess að fá svona stóru myndina en það kemur að sjálfsögðu ekkert í staðinn fyrir að stilla þessu upp í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Nú ef við horfum hér næst á rekstrarjöfnuðinn þá sjáum við það að hann er eðli málsins samkvæmt er hann neikvæður fyrir árin 2017 til 2019 vegna þess að í A-hlutanum er mjög mikil gjaldfærsla á árinu 2019 vegna framlagsins til Silfurtúns eins og við fórum yfir áðan. En hann er í öllum tilfellum jákvæður rekstrarjöfnuðurinn fyrir samstæðin í heild og strax árið 2019 til 2021 þá er rekstrarjöfnuður A-hlutans orðinn jákvæður aftur. Framleiðahlutfallið, það kemur útslag þarna í A-hlutan, það er enn og aftur út af þessari einskiptis aðgerð sem farið í en framleiðahlutfallið það er ágætt að setja það svona í samhengi við skuldsetningu sveitarfélagsins og þaumálputtareglan sem oft hefur verið viðhöfð það að ef að skuldirnar eru 150% skuldaviðmiði þá þurfum við 15% framlegð til þess að fóðra það. Þannig að þá það hægt að setja það í samhengi við skuldsetninguna. Já, skuldir og skuldbindningar, þetta sýnir svona hvernig það kemur til með að þróast og eðli málsins samkvæmt þá vex þetta seinni hluta áætlunarinnar vegna þess að menn eru með fyrirhugaða töluverðar fjárfestingar í áætluninni sem að menn gera náttúrulega ráð fyrir að verði þá að þurfi að fjármagna. Nú ef við komum síðan hér inn í skuldahlutfallið, þið eruð undir þessum mörkum öll árin og sem eru 150% en skuldahlutfallið í árslok fyrir samstæðan er 67,7%.
1% fyrir árið 2019. Nú skulda viðmiðið, það var 0 í fyrra, það var vegna þess að hérna, þá fyrir A-hlutann, en hins vegar fyrir B-hlutann að þá var það 31,9% í árslok 2018 en 22,9% í árslok 2019. Þessi hreyfing, hún skýrist náttúrulega vegna þess að nú veltufjármunirnir, þeir eru dregnir frá heildarskuldunum og ef að við erum með uppsöfnun til dæmis á handbæru fé sem að þið eru með meira handbært fé núna þá frádrátturinn meiri. Eiginfjárhlutfallið, hér sjáum við hvernig það þróast. Það þróast með jákvæðum hætti allt fram til ársins 2021 og svo fer það örlítið niður en það vegna þess að þá erum menn að horfa í lántökur á því tímabili. Og hér í lokin svo almennt bara fjallað svona fyrirvara sem við gerum við dreifinguna og takmarkanir á vinnunni og hérna tilgangurinn náttúrulega að gera eitthvað grein fyrir sem stjórnendum og sveitastjórn að upplýsa ykkur þau atriði sem að geta skipt máli og bara gott fyrir okkur að eiga þennan vettvang til þess að renna yfir þessi mál. Þá erum við nú komin til enda í endurskoðunarskýrslunni, það að segja eins og hún liggur fyrir sem drög, ítreka það að hún verður að sjálfsögðu gefin út endanlega samhliða árið til ársins við síðari umræðu. Og þá ég að spá í hvort að menn vil ekki að ég taki skýrsluna niður og ég opna bara fyrir spurningar eða kannski höfum við hana bara uppi. Þangað til spurningarnar eru búnar. Takk fyrir. Bara þakka Haraldi fyrir þessar greinagóðu yfirferð ársreikningi og orðið laust ársreikning ef einhver vill kveða sér hljóðs. Heyrist ekki í neinum eða enginn skrifar. Vilt þú bæta einhverju við þetta, Haraldur? Ekki nema bara því að sjálfsögðu erum við alltaf til taks og til samtals og ef að það vakna spurningar fram að síðari umræðu þá hnippið bara í okkur og við tökum samtalið. Annars bara þakka ég fyrir mig ef ekki eru spurningar. Gefa hérna nokkra sekúndur ef einhver vill spyrja einhverju. Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk og Oddviti og fyrir sveitarstjórnarfulltrúar. Takk fyrir þessa yfirferð, Haraldur. Ég í sjálfu sér ekki með neina spurningu. Það bara einn punktur sem að mig langar að koma að og það varðandi launakostnað og það mikilvægt að hafa það í huga þegar að hann skoðaður að kjarasamningar sem að var gert ráð fyrir í áætlun 2019 að eru kláraðir á því ári, það að segja að þeir flestir hefðu átt að klárast eða flestir þeirra runnu út síðastliðið vor en eins og allir þekkja af fréttum þá hafa þessi samningar verið að klárast bara á undanfarna mánuði og sumir reyndar ekki búnir ennþá. Þannig að það verður sjálfsagt að einhverju leyti það að ræða að kostnaður vegna þeirra samninga sem að áætlun gerir ráð fyrir að fjalli á árið 2019 að hann mun falla á þetta ár og það eitthvað sem að við þurfum líka að taka tillit til við endurskoðun á fjárhagsáætlun í ljósi stöðunnar og síðan langar mér bara að koma því að varðandi bókun reikninginn að þá er ítarlega fjallað niðurstöðurnar í bókun byggðarráðs sem inngangur
af þessu máli í fundarboði og eins að leggja til að við gerum þetta með sama hætti og á síðasta ári þar sem að ársreikningurinn var birtur á vef eins og hann liggur fyrir núna, þess að segja við fyrstu umræðu og íbúar voru hvattir til að kynna sér hann og koma með spurningar og ábendingar sem að væri þá átt að svara við aðra umræðu. Takk fyrir, Kristján. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin þarna. En þá er bara tillaga að við vísum ársreikningi 2019 til seinni umræðu. Þess eru samþykkir því. Skrifi hérna í spjallið, þannig að við getum haldið utan atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og ársreikningurinn verður svo, eins og Kristján nefndi, birtur á vef og íbúar hvattir til að senda fyrirspurnir sem eru teknir fyrir við seinni umræðu á fundi sveitarstjórnar. Þá held ég að Haraldur megi bara yfirgefa fund og við bara þökkum þér kærlega fyrir að taka þátt í fundinum. Takk sömuleiðis. Þá er hér næst, það er dagskrárliður númer 2. Það er breytingar á samþykktum Dalabyggðar, það er seinni umræða, tóku fyrir umræða á fundi í byrjun mars. Og það eru hérna í drögunum nokkrar, það er semst skjal það sem er búið að taka tillit til þeirra breytinga sem meðal annars ég nefndi á fundinum í byrjun mars. Og byggðarráð hefur fjallað þetta og samþykkt og vísað hér til sveitarstjórnar, en að til viðbótar við þá samþykkt byggðarráðs þá legg ég hér til að verði gerð ein smávægileg breyting í viðbót. Hún verður á þá leið að í samþykktum Dalabyggðar segi fjallskilanefndir að í 3 manna fjallskilanefnd sé skipaður 1 varamaður og í 5 manna fjallskilanefnd sé skipaður 2 varamenn. En orðið er laust þennan dagskrárlið. Það kveður sér engin hljóðs. Þess sem eru þarna samþykkir þessum breytingum á samþykktum Dalabyggðar eins og þeir líta út með breytingum. Skrifi hérna inn í spjallið. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður 3, það er þarna kosning í nefndir samkvæmt A-hluta 48. grein á samþykkta Dalabyggðar. En með vísan í afgreiðslu hér á dagskrárlið 2, þar sem við leggjum til breytingu á fjallskilanefndum, þá legg ég til að þessu máli verði frestað. Kristján, gjörðu svo vel, bókun í 2. Já, takk. Það sem að fyrirgeðu skildi ég hérna koma að en það skiptir, við þurfum að bóka sem sagt afgreiðsluna, þar að segja að þessi breyting sem var samþykkt áðan og að síðan að breytingar á samþykktum stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar verða senda til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til staðfestingar. Það er ferlið, núna fer þetta til ráðherra og hann afgreiðir þetta síðan og sendir til birtingar í B-deild stjórnartíðinda því að þetta er sem sagt jafngildi reglugerðar. Já, þá þurfum að greiða atkvæði bókunina, semst breytingar á samþykktum stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar verði sendar á samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til staðfestingar. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki.
Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í dagskrárlið 3 og þá hef ég hér sama inngang og ég var byrjaður á áðan að miða við þær breytingar sem vorum að leggja til þar að þá verði þessum dagskrárlið frestað þar til staðfesting á breytingu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur borist. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir henni. Gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárlið 4, það er viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19. Vilt þú bæta einhverju hér við, Kristján? Orðið er laust. Já, takk. Ég myndi vilja kannski svona aðeins renna yfir. Í sjálfu sér það er ekki miklar þannig séð breytingar frá sveitarstjórnarfundinum á föstudaginn. Við erum ennþá staðan þannig að það eru engin greind smit hér. En eins og þá kom fram að þá hittist viðbragðsteymið alltaf reglulega, eða sem hittist á hverjum degi, virka daga. Þar sem að við förum yfir stöðuna og en aftur það ekki orðið sem sagt neina verulega breytingar frá lok síðustu viku umfram náttúrulega það sem var samþykkt á sveitarstjórnarfundi að grunnskólinn núna, að þar eru allir nemendur komnir í fjarkennslu nema 1. og 2. bekkur, svo leikskólinn áfram starfandi. Það sem að við erum viðbragðsteymið er að skoða núna, það er í fyrsta lagi þau vinna í þessu sem að sveitarstjórn fól mér á fundinum á föstudaginn að endurskoða viðbragðsáætlun. Við höfum sömuleiðis verið að ræða og framkvæmd á því að við reiknum með því að strax eftir páska að þá förum við í það verkefni að hringja í öll heimili í Dalabyggð, bara svona til að taka stöðuna hjá öllum og erum að undirbúa það. Mér langaði kannski undir þessum lið fyrirgefið, svo náttúrulega er auðvitað það sem er í dagskrárlið 5 og 6 hér eftir, það snertir þetta mál líka. En mér langaði undir þessum lið að líka deila með ykkur upplýsingum sem að ég var að fá núna í morgun varðandi atvinnuleysistölur eða skráningu. Þá er staðan svo núna að 15 aðilar eru núna með minnkað starfshlutfall og það eru tæpt 5% af öllum störfum í sveitarfélaginu. Atvinnuleysi núna í febrúar var 2,3% og það er sjálfsagt bara svona ekkert óeðlileg sveifla á atvinnuleysi yfir vetrarmánuðina. Þetta er svona svipað eins og það var í janúar líka. En það er sem sagt á uppleið og okkur sýnist að þetta er spá frá Vinnumálastofnun að Vinnumálastofnun eru að gera ráð fyrir því að atvinnuleysi núna þegar að mars verður gerður upp verður komið í 5% og spáin verður að gera síðan ráð fyrir að í lok apríl verður þetta orðið 7,7%. Þannig að bara vildi upplýsa ykkur þessa þróun og þetta er
svona mikið bara sambarilegt við þróun hjá öðrum sveitarfélögum á Vesturlandi. Sveiflast auðvitað meira og atvinnuleysi verður meira í þeim sveitarfélögum þar sem að ferðaþjónusta er stærri hluti heldur en þó er hér. En þetta er svona staðan sem að á þessu sviði. Ég held að sjálf sé ekki meira nema að sé einhverjar spurningar. Orðið er laust, einhverju sem vilja taka til máls. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá það er í raun engin formuleg afgreiðsla sem þarf að vera hérna í þetta mál. Þetta er svona meira bara til kynningar. Þannig að við förum þá bara í dagskrárlið 5. Það er breytingar á gjaldum fasteignagjalda sem var tekin fyrir á fundi byggðarráðs í síðustu viku. Það var umræðan hvort seinka í gjaldum vegna fasteignagjalda. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að hægt er að sækja að seinka gjaldum fasteignagjalda og felur sveitarstjóra að vinna drög að tillögu þess efnis. Og það er tillaga frá sveitarstjóra að heimilt verði að sækja að endurgjöf fasteignagjalda í apríl, maí og júní verði frestað alltaf 7 mánuði. Óska þarf eftir því með tölvupósti og sérstöku eyðublaði á ingibjörgjó@dalir.is. Orðið er laust þessa tillögu. Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti fundarmenn. Það er þessi tillaga, hún er í samræmi við afgreiðslu hjá sumum sveitarfélögum. Þetta er flest öll, ég vil ekki heldur segja öll sveitarfélög sem ég veit eru að bjóða upp á seinkun á þessum greiðslum vegna fasteignagjalda. Þetta er gert með ýmsum hætti. Hjá sumum sveitarfélögum þá er þessi breyting bara gerð almenn. Hjá öðrum er þessi leið sem að lagt er til hér að fólk aðilar geti óskað eftir þessu og þannig að þeir sem vilja halda óbreyttu fyrirkomulagi, þeir halda því það bara en það er hægt að óska eftir þessu og við erum búin að sem sagt leggja drög að eyðublaði sem að verði notað og það verður þá þannig uppsett að það er hægt að taka fyrir hverja og eina af þessum 3 greiðslum og óska eftir alltaf 7 mánuðum en ef einhver vill hafa þetta með öðrum hætti og hafa flesta greiðslurnar styttri tíma þá er það líka möguleiki. Það er núna komið í fylgigögn með þessum lið minnisblað sem var nú bara að koma núna bara rétt fyrir fundinn á sambandi sveitarfélaga og þar er einmitt verið að tala þessar ýmsar afgreiðslur sem þarna eru og benda á að í sömu tilvikum er verið að skilyrða þetta sé eingöngu sem sagt fyrirtæki sem geta fengið þessa frestun. Sömuleiðis er í einhverjum tilvikum vel að skilyrða að það sé ljóst að þeir aðilar sem fá seinkun að þeir verði fyrir verulegum áhrifum af þessari stöðu. Tillagan sem hér liggur frammi, hún gerir ráð fyrir því að sveitarfélagið sé ekki að meta þetta, það sé raunverulega bara þeir sem að sækja það er þeirra mat, þannig að ef að fólk sækir þetta þá er það því það metur það þannig að það þurfi á þessu að halda út af ástandinu og annars gerir það ekki, þannig að við erum ekkert að stíga þar inn í og annað í þessu líka það er með ýmsum hætti hvort að eingöngu vera að fresta gjalddaga eða fyrirgefið greiðslum vegna fasteignaskatts eða líka vegna annarra gjalda eins og lóðarleigu, holræsagjalds og þess háttar. Hér í þessari tillögu er gert ráð fyrir því að þetta sé bara öll gjöld enda held ég að það sé einfaldast þannig. Þannig að semst við erum með minni skilyrði heldur en hægt er heldur en sumir eru með
Við erum að gera þetta víðar ef verði þessi tillaga samþykkt heldur en lögin segja til, vegna þess að lögin taka eingöngu á fasteignaskattinum, þessi lagabreyting sem var gerð núna. Og svo náttúrulega ber að benda á að þetta hefur áhrif á sjóstreymið, þessi breyting, en við svo sem vitum ekki hversu mikið, vegna þess að við vitum ekki hversu margir munu nýta sér þetta. Loks vildi ég nefna það að mig langar að leggja til viðbót við þessu tillögu og það er bara því að maður náttúrulega er að fylgjast með því hvernig önnur sveitarfélög eru að gera þetta og ég rekst á það að þessi viðbót hefur verið sett inn allavega á einum stað og hún væri þá þannig, með leyfi oddvita, sveitarstjórn beinir því til þeirra sem leigja út eigið húsnæði og geta nýtt sér frestunina að þeir bjóði leigjendum að njóta þess gjaldfrests. Það er að segja að þeir sem eiga húsnæði og eru að leigja það að þeir láti þetta þá renna áfram til leigjenda en ef þeir óska eftir frestun. Takk. Nú ég er hættur að heyra á fundinum. Ég var með slökkt á mikrofónum. Það heyrist ekkert í Pálma. Varstu ekki búinn að biðja um orðið, Pálmi? Heyra einhverjir aðrir í mér? Já, ég heyri. Já, heyri. Ég heyri. Pálmi, heyrir þú? Leggið til að við gerum smá fundarhlé meðan við finnum út úr þessum tækniatriðum. Það er ekki hægt að gera hlé á upptöku, Kristján Ingi.
Þá er búið að leysa úr tæknilegum vandamálum og við vorum hér að fjalla breytingu á gjaldum fasteignagjalda. Pálmi, gjörðu svo vel, þú ert búinn að biðja orðið. Já, og þetta er bara svona bara svo skiljið þetta hér væri einfaldara ef að fólk sækir þennan frest eða hvað sem þetta heitir að það er bara jafnu gjalda út árið. Bara svona ábending. Meira var það ekki. Kristján, þá þú að punkta þetta hjá þér eða svara? Já, það er, ég held að það mætti, þetta er náttúrulega spurningin bara flækjustig á framkvæmdinni, en mögulega var ég til dæmis sagt að jafna gjalddögunum til dæmis þannig að fresta að því það er hægt að fresta þessum 3 gjalddögum eða eindögum í mislangan tíma og getur fólk svolítið jafna greiðslubyrðina bara með því. Og svo náttúrulega ef að fresturinn til dæmis það er raunlegt að fresta þessu alveg, já, semst 7 mánuði. Þetta er svona, já, framkvæmdin eins og hún hefur verið með gegnum gangandi sýnist mér, nema eins og ég fór yfir áðan að skilyrðin eru minni hjá okkur heldur en mörgum árum. En ég held, eins og ég segja, ég held að það sé hægt að ná þessari jöfnun með því að raða gjalddögunum svolítið upp. Hvað var það syngur? Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá bara legg ég tillöguna frá Kristjáni sveitarstjóra fyrir fundinn og með þarna breytingunum eða með þessari breyttu setningu sem hann lagði til, semst að það verði hægt að sækja að eindögum fasteignagjalda í apríl, maí og júní verði frestað alltaf 7 mánuði. Það þarf óska eftir því og þar til gerðu eyðublaði. Og nú er ég ekki með orðalagið nákvæmlega á seinni hlutanum, en semst þeir sem nýta sér þetta úrræði og eru að leigja út húsnæði, þeir láti leigjendur njóta þess. Þeir sem einhverju sem vilja ræða tillöguna sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir henni. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næsta mál á dagskrá, það er dagskrárliður 6, það er gjaldskrá leikskóla og meðan neyðarstigi vegna COVID stendur yfir. Þetta er einnig úr fundargerð byggðarráðs frá því í síðustu viku. En byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að einungis verður rukkað fyrir þá þjónustu í Auðarskóla sem nýtt er og felur sveitarstjóra að vinna drög að hvernig þetta verður útfært. Og tillaga frá sveitarstjóra er að frá 15. mars þegar að samkomubann tók gildi miðast reikningar vegna Auðarskóla, tónlistarskóli, mötuneyt og leikskóli við þá þjónustu sem hefur verið nýtt. Foreldrar og forráðamenn fá endurgreitt það sem ágreitt hefur verið vegna mars og reikningur vegna apríl mun miðað við áætlun út frá stöðunni 30. mars. Uppgjör vegna raunverulega notkunar og þjónustu verður síðan gert í júní. Einhverju sem vilja taka til máls varðandi þetta? Kristján? Já, takk Oddviti og fundarmenn. Þetta bara komið að þessi afgreiðsla þarna er svona bara í fullu samræmi við það hvernig sveitarfélög landið hafa verið að afgreiða þetta. Eina er að við erum bara bætist inn í hvernig við ætlum að leggjum til að apríl verði afgreiddur og að því að það snýr reyndar, bara til að skýra það, þá snýr það reyndar eingöngu að leikskólanum af því að
leikskólanum og mötuneyti. Tónlistarskólinn, maður liggur fyrir að hann verður ekkert í apríl, þannig að það er einfalt. Og síðan hefur semst leikskólinn fyrirframgreiddur, þannig að þá þarf að gera einhverja áætlun, en þá myndum svona miða við það eins og þetta er núna, en ef það síðan einhver frávik frá áætlun, það að segja áætlun reynist eitthvað hærri heldur en síðan raun er, þá er tiltölulega einfalt að breyta því. Þetta er ekki bara það marga einstaklinga sem að máli varðar að það er vel hægt að bregðast við einstaklingstengdum málum án nokkra vandkvæða og við munum auðvitað gera það. Takk fyrir, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin ljós, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 7, það er reglur styrki, en það er hér í fundagögnum drög að reglum styrki og sem að liggja hér þó fyrir til afgreiðslu í sveitarstjórn. Hverju sem vilja ræða þessi regludrög? Kveður sér engin ljós, þá bara legg ég hér bara til að við samþykkjum fyrirliggjandi drög styrki, þeir sem eru samþykkir því. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 8, það er jafnréttisstefna sem að kemur frá fundi félagsmálanefndar sem var í síðustu viku og liggur hér fyrir í fundagögnum. Einhverju sem vilja ræða þessa? Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk. Það sem að ég ætla að nefna varðandi þennan lið, það varðar líka lið næstu 2 dagskrárliði. Þannig er að við erum núna að vinna í samræmi við lagaskyldu að því að jafnlaunavottun. Dalabyggð er sveitarfélag ásamt 50 öðrum sveitarfélögum sem átti að ljúka við jafnlaunavottun núna síðustu áramót, en við ásamt mjög mörgum sveitarfélögum vorum ekki, eins og var gert grein fyrir við gerð fjárhagsáætlunar, ekki búin með það og við höfum gert Jafnréttisstofu grein fyrir því og það þeir fylgjast bara með og við höfum upplýst hvenær er von á þessu. Dalabyggð með sína jafnréttisáætlun sem hefur verið samþykkt í sveitarstjórn og staðfest af Jafnréttisstofu, en sem hluta af jafnlaunavottun að þá á að vera jafnréttisstefna, launastefna og jafnlaunastefna líka til staðar í skjölum. Og það er það sem sagt liggur hér fyrir og var fjallað í félagsmálanefnd. Þessar stefnur eru, má segja, þetta sem sagt jafnréttisáætlunin sem var samþykkt í sveitarstjórn og eins og ég sagði áðan staðfest af Jafnréttisstofu. Hún endurspeglast það sem var sett þar inn í þessar 3 stefnur og svona, við höfum reynt að hafa þetta bara þegar þetta var draftað upp áður en þetta fór fyrir félagsmálanefnd og þá var þetta að hafa þetta í samræmi við það. Eina sem að mig langaði að geta varðandi jafnréttisstefnuna, hún er ráðlega víðari heldur en eingöngu að taka til kynjajafnréttis. Hún tekur til jafnréttis almennt, eða hvað segja, jafnréttis eftir uppruna, eftir kyngervi og svo framvegis. Þannig að þannig séð er hún víðari en jafnréttisáætlunin, en síðan speglast jafnréttisáætlunin inn í jafnréttisstefnuna til dæmis í framkvæmdaáætlunin sem kemur þetta fram í lok jafnréttisstefnunnar. En þetta eru
Forsendur fyrir jafnlaunavottun að við höfum þessar 3 stefnur þarna skjalfestar. Takk fyrir, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það óskar enginn eftir að fá orðið og bara greiðið atkvæði fyrirliggjandi drög að jafnréttisstefnu þeir sem eru samþykkir henni. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst, það er jafnréttisstefna sem var tekið fyrir á fundi félagsmálanefndar og er hér í drögum. Einhverjir sem vilja ræða hana sérstaklega. Nei, það er launastefna, afsakið. Dagskrárliður 9, launastefna. Kveðið fyrir engin hljóðs, þeir sem eru bara samþykkir fyrirliggjandi drögum að launastefnu, gefið merki eða skrifi. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er dagskrárliður 10 sem er jafnlaunastefna. Einhverjir sem vilja ræða hana sérstaklega. Að kveðið sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir fyrirliggjandi drögum að jafnlaunastefnu Dalabyggðar skrifi. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næsta dagskrármál, það er dagskrárliður 11, það er tengiliður í Dalabyggð. Hér er í inngangi, það er í þingsályktun sérstakt tímabundið fjárfestingarátak í kjölfar heimsfaraldurs af völdum COVID-19 sem var samþykkt á Alþingi 30. mars síðastliðinn. Er 1.000 milljónum eða 1 milljarði varið í framkvæmdir við tengivegi á Íslandi. Vegagerðin er ábyrgðaraðili á framkvæmd verkefnisins. Í svari samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra frá því í desember 2019 sem snýr meðal annars að tengivegum, þingskjal nr. 785, kemur fram að tengivegir á Íslandi séu 3.400 kílómetrar, þar af eru 2.300 kílómetrar malarvegir. Þar kemur jafnframt fram að 1.000 milljónir dugi til þess að leggja bundið slitlag á 30-35 kílómetra á hverju ári. Miðað við þá fjárveitingu þá mun taka 70 ár að leggja bundið slitlag á alla tengivegi sem eru malarvegir í dag. Í Dalabyggð eru samkvæmt vegaskrá rúmlega 400 kílómetrar af vegum og þar af eru stofn- og tengivegir 298 kílómetrar. Dalabyggð hefur 7. lengsta vegakerfi stofn- og tengivega á landinu og 200 kílómetrar stofn- og tengivegi í Dalabyggð eru malarvegir eða 68%. Þar af eru 92% tengivega í Dalabyggð malarvegir. Síðan er hér drög að tillögu sem að hljóðar svo: Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á Vegagerðina að hefja lagningu bundins slitlags á Klofningsveg nr. 590 sumarið 2020 og skilgreina það sem tilraunaverkefni á landsvísu við að leggja bundið slitlag á malarvegi með sem minnstum hönnunarkostnaði. Klofningsvegur er lengsti samfelldi tengivegurinn í Dalabyggð og hefur langt árabil verið sveltur varðandi fjármuni til viðhalds. Vegurinn er nauðsynleg samgönguæð í Dalabyggð og bundið slitlag getur orðið vítamínsbrauta fyrir eflingu byggðar á Fellsströnd og Skarðströnd. Nýverið var vegurinn skilgreindur sem hluti af Vestfjarðaleið, nýrri ferðaleið dali, Vestfirði og Strandir. Dalabyggð er eins með til skoðunar að flytja byggðasafn Dalamenn á Staðarfell sem stendur við veginn. Sveitarstjórn Dalabyggðar bendir jafnframt á að ef framkvæmdin eru tilraunaverkefni á landsvísu er hægt að hraða uppbyggingu slitlags á tengivegi umtalsvert en það er með öllu óásættanlegt að bíða til ársins 2090 eftir verklokum með núverandi útdeilingu fjármuna. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega?
Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru bara samþykkir þessari tillögu sem að ég las hér upp og liggur fyrir fundunum. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 12, það er sorphreinsun, útboð 2020 til 2022. Ég ætla að leggja til að Kristján byrjaði að fara yfir stöðu málsins. Já, takk. Háttvirti og fundarmenn. Það sem að liggur fyrir núna í fundargögnum hjá ykkur, en eru hins vegar gögn sem að ekki er hægt að birta vegna þess að þarna eru komin ákveðin drög að útboðsskilmálum og þegar við erum komin í það ferli að þá eru þessi gögn trúnaðarmál. Ég get hins vegar sagt að þetta er að fullu leyti í samræmi við minnisblað sem að var lagt fyrir sveitarstjórn í febrúar og þar koma allar þessar áherslur fram. Þarna er sem sagt, erum við að leggja upp þessa breytingu sem að við hefur rætt að það er að auka flokkun. Það er að sorp verði sótt á að öllum íbúðarhúsum, hvort sem er í dreifbýli eða þéttbýli. Það er það mun þýða þessi aukna flokkun, mun þýða það að tunnum mun fjölga. Það verður væntanlega 3 tunnur við hvert hús og það þýðir að sjálfsögðu það að það verður að eins og við erum að gera ráð fyrir það að verði sótt sorp heima öllum húsum nema einu sinni í mánuði að jafnaði, nema að á sumrin þá þarf að sækja lífrænt sorp oftar. Það er sömuleiðis, þetta er svona ramminn þegar það er gert ráð fyrir eins og hefur verið í öðrum útboðum hjá Dalabyggð undanfarið að útboðið verði til 3 ára með mögulega framlengingu í 2 ára viðbót. Það er líka verið að horfa til þess að það liggur verið fyrir að það eru töluverðar fjárfestingar í til dæmis tunnum og þess aftar. Þá reiknum við með að það verði sett upp þannig að sveitarfélagið eignist tunnurnar á 3 ára samningstímanum. Sömuleiðis að gera ráð fyrir því að þessu aðili sem að myndi verða verktaki í þessu verkefni, sá aðili myndi sjá allt alveg frá A til Ö, þar sé líka gámasvæðið. Og við þurfum einnig að gera ráð fyrir ákveðnu sveigjanleika í þessum skilmálum vegna þess að við vitum jú að þetta er málaflokkur sem að er í stöðugri þróun og kröfurnar þarna eru stöðugt að aukast. Ég held að við erum að horfa fram á það að samningur við núverandi þjónustuaðila, hann var framlengdur út júlí og mögulega þurfum við að athuga hvort að það þurfa að framlengjast eitthvað meira 1 eða 2 mánuði til viðbótar ef samningan myndu nást það og ef þörf verður á. En við þekkjum það af reynslunni með útboð að við þurfum að halda okkur við tímalínuna í því og næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar er 14. maí og við þurfum að vera búin að koma þessu í útboð vel fyrir þann tíma ef við erum að halda tímalínunni og þar af leiðandi ætlaði ég hér að óska eftir að sveitarstjórn væri tilbúin að veita mér umboð til fullrar afgreiðslu á þessum skilmálum byggt á minnisblaðinu sem að
var á fundinum í febrúar og byrjun mars og eins á þessum gögnum sem að nú liggja fyrir sveitarstjórn sem trúnaðargögn. Fleiri sem vilja taka til máls? Að kveður sér engin hljóðs, þá hér bara tillaga að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að ganga frá sveitarstjórn Dalabyggðar veitir sveitarstjóra fullnaðarheimild til að ganga frá útboðsgögnum vegna útboðs á sorphreinsun í Dalabyggð. Einhverju vilja ræða þá tillögu? Þeir sem eru samþykkir henni. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 13, það er þjónustusamningur við dýralækna á landsbyggðinni. En það er nú ég sem óskaði eftir því að þetta mál tekið fyrir á dagskrá fundar. En samkvæmt lögum dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr skal gera þjónustusamninga við sjálfstætt starfandi dýralækna samkvæmt reglugerð dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum, númer 846/2011 með síðari breytingum. Starfshópur sem var skipaður til að vinna að tillögum útfærslu á nýjum þjónustusamningum hefur ekki lokið störfum sínum. Gildandi þjónustusamningar við dýralækna runnu út 1. nóvember síðastliðinn en voru framlengdir til 1. maí næstkomandi. Meðal dýralækna hefur gætt nokkurrar óánægju varðandi réttindi þeirra þegar kemur að fríi, orlofi og slysum. Þjónustusvæðin eru landfræðilega mjög stór en Dalabyggð á þjónustusvæði 2 og þjónustusvæði 2 þá Dalabyggð, Reykhólahreppur, Strandabyggð, Kaldranneshreppur, Árneshreppur og fyrrum bæjarhreppur í Húnaþingi vestra. Ég hef síðan með tillögu að bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að tryggja dýralæknaþjónustu í dreifbýli Íslands, ljúka þar vinnu starfshóps endurskoðun þjónustusamnings sem fyrst og tryggja sjálfstætt starfandi dýralæknum í dreifbýli ásættanleg starfskjör. Dýralæknar gegna mikilvægu hlutverki varðandi velferð dýra og eru mikilvægur hlekkur í fæðuöryggi Íslands. Í Dalabyggð landbúnaðar undirstaða byggðar í dreifbýli sveitarfélagsins og sauðburður á næsta leyti. Í þjóðfélaginu ríkir nú mikið óvissuástand vegna heimsfaraldurs af völdum COVID-19. Þjónusta dýralækna í dreifbýli grunnþjónusta sem þarf að tryggja án röskunar og þeim upplýsingum þarf að koma til bænda sem fyrst og eyða allri óvissu málið tafarlaust. Og við þetta má kannski síðan bæta að í bændablaðinu sem kom út í dag er viðtal við Ingunni Reynisdóttur sem er dýralæknir í Húnaþingi en hún sagði upp þessum þjónustusamningi. Meðal annars vegna óánægju það að hún hafði í raun engin réttindi þegar hún var skikkuð í sóttkví sjálf núna daginn vegna COVID-19. En einhverjum sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það óskar enginn eftir að fá að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun sem ég lagði hér fram. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 14, það er eftirlit með framvindu á árinu 2019 fjárfestingar. Ég ætla að biðja Kristján að fara yfir þetta mál. Já, takk. Það það sem hér er lagt fram yfirlit sem að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga óskaði eftir, var búin að boða það á síðasta ári að það er óskað eftir þessu og yfirlitið sýnir fjárfestingar, annars vegar áætlun fjárfesting og hins vegar hvað var fjárfest fyrir hvern ársfjórðung. Þannig að það og það er í gögnum fundarins annars vegar þetta bréf
frá eftirlitsnefndinni og hins vegar ársfjórðungs yfirlit þar sem fram kemur áætlunin og sem sagt hver fjárheimildin var og síðan hversu mikið hafi verið nýtt og hlutfallsleg staða verkefnisins. Þessi gögn samkvæmt bréfi eftirlitsnefndarinnar þá óskað eftir að þetta sé lagt fram í sveitarstjórn, þannig að sveitarstjórn geti rætt þetta og að eftir það að þetta hafi verið lagt fram í sveitarstjórn þá verður þetta sent nefndinni. Þannig að þetta bara lagt hér fram, sjálfu sér eru þessar upplýsingar ef að síðasti ársfjórðungurinn skoðaður, þá þetta núna bara sömu upplýsingar og liggja núna fyrir í ársreikningi og endurskoðandi var að fara yfir. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Atkvæðis engin ljós. Þá þetta mál bara afgreitt svona sem til kynningar hérna. Þá næst dagskrárliður 15. Það niðurfelling á skólaakstri vegna COVID-19 erindi frá verktökum. En það liggur hér fyrir fundinum bréf frá verktökum í skólaakstri þar sem þeir óska eftir að ákvæðum 50% greiðslu þegar skólaakstur fellur niður verði endurskoðað. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Kristján? Takk fyrir oddviti, fundarmenn. Þetta erindi eins og framkom hjá oddvita þá verktakar í skólaakstri að óska eftir að ákvæðum 50% greiðslu þegar skólaakstur fellur niður verði endurskoðað. Og þetta hefur maður alveg skilning á þessari ósk, sérstaklega þegar að fyrir liggur að þetta verður núna til lengri tíma. Við erum að horfa á allavega þennan aprílmánuð. Þetta hins vegar atriði sem að þarf að afgreiðast alveg mjög vel og vandlega í samræmi við lögum opinber innkaup. Það ýmislegt sem að kemur fram í 90. greininni, hverjar heimildir eru til þess að víkja frá samningum eða breyta frá samningum. Þannig að þetta þarf að skoðast mjög vel. Það skilyrðin mjög þröng. Nú síðan auðvitað eitt sem að verður þetta benda á í þessu sambandi að með þeim aðgerðum sem að hefur verið farið í þess að hálfu ríkisins þá eru ákveðnar leiðir sem að hægt að fara í til þess að draga úr þessu tjóni, meðal annars með hlutastörfum og þess aftar. Þannig að það ætti alveg einhverju leyti verið hægt að draga úr þessum kostnaði, en þetta þarf auðvitað að skoðast og ég vil þess vegna gera það að tillögu að erindi frá verktökum í skólaakstri verði vísað til fullrar afgreiðslu í byggðaráði og við afgreiðslu málsins þarf að gæta að því að hún sé í samræmi við 90. grein laga um opinber innkaup. Hins vegar held ég að bara því tíminn svo knappur, þetta erindi barstu bara núna á borð í gærmorgun, var skilað hérna inn á þriðjudaginn, að þá verði greiðslurnar í mars hins vegar að vera í samræmi við útboðsskilmálana. Það að ræða 7 daga í mars sem að skólaakstur var felldur niður vegna COVID-19 og síðan verður svo bara að horfa til þess með endalegs uppgjör á því út frá þeirri niðurstöðu sem byggðaráð kemst að.
fleiri sem vilja taka til máls? Atkvæðis engin hljóðs, þeir sem eru bara samþykkir hér fyrirliggjandi tillögu að þessu erindi verði vísað til fullnaðarafgreiðslu í byggðarráði og við afgreiðslu málsins þarf að gæta því að hún sé í samræmi við 90. grein laga opinber innkaup og greiðslur vegna mars verði samkvæmt ákvæði í 5. málsgreinar 156 í útboðsskilmálum. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er hér næst dagskrárliður 16, það eru fundargerðir til staðfestingar. Það er fyrst fundargerð stjórnar Silfurtúns, fundur sem var haldinn 9. mars síðastliðinn. Einhverju sem vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega. Þarna var bara eitt mál á dagskrá. Það kveður engin hljóðs sem geta staðfest fundargerðina. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst fundargerð byggðarráðs. Fundur sem var haldinn 26. mars síðastliðinn, þar var 21 mál á dagskrá. Einhverju sem vilja ræða hana. Einar, gjörðu svo vel. Heyrist ekkert Einari? Heyrist ekkert í mér núna. Núna, svo sért langt frá mikrofóni. Heyrist í mér núna? Mjög lágt. Spurning hvort þú þurfa að hækka á einhverjum þarna takka. Hvernig er þetta núna? Það er lágt. Prófaðu bara að tala. Í lagi núna? Það er lágt. Er þetta betra núna eða? Þetta er ekki betra. Prófaðu bara að tala núna. Okay. Við hlustum bara ekstra vel. Ég hlusti bara mjög vel. Ég geti reyndar að prófa að tala eitthvað ekstra hátt líka. En ég ætlaði sem sagt bara að eins og sést í fundagerð og fylgigögnum þá eru gerðar athugasemdir við afgreiðslu sveitarstjórnar og umsókn til skógræktar og bréf frá umboðsmanni Alþingis beiðni útskýringar vegna þessa máls. Ég hef nokkru sinnum sagt frá því hér á fundum að ég persónulega sé eftir því að hafa greitt atkvæði með þessum frestunum. En eins og flestir vita þá hef ég lagt töluverða vinnu í þá síðustu mánuðum að fá sveitarstjórn til að breyta þessum ákvörðunum okkar. En ég lagði síðan til að við myndum samþykkja allar þessar umsóknir, reyna að koma í veg fyrir það sem nákvæmlega ljós núna. Þessi aðili er núna búinn að senda erindi á umboðsmann Alþingis. Eins og fram kemur síðar á þessum fundi þá eru 3 af þessum aðilum sem við frestuðum ákvörðunum hjá búnir að senda inn stjórnsýslukæru vegna okkar vinnubragða. Ég finnst þetta bara miður aðalút af því að við hefum mjög auðveldlega getað komið í veg fyrir þetta allt. Það er eitthvað af þess að það heyrst. Takk fyrir. Takk fyrir Einar. Þú bregðast við þessu eitthvað Kristján? Getur líka tekið umræðu þetta á eftir varðandi dagskrá 27 og 28? Nei, sjálfs ekki. Ég heyrði þetta mjög illa en í sjálfu sér varðandi þetta mál sem að var kynnt á fundi byggðarráðs að þá er sjálfsagt bara það sem ég mun gera er að útskýra til umboðsmanns á hverju
þetta byggir, sem sagt, erindi til umboðsmanns Alþingis snýr að þessari frestun og spurningarnar eru raunverulega tvær, þar að segja annars vegar óskað upplýsinga hvort að umsóknin sé enn óafgreidd sem hún er ekki og eins sem sagt á grundvelli hvaða atriða í skipulagsáætlun þarna hvað vísa til og þar mun ég bara vísa í annars vegar aðalskipulag og hins vegar svæðisskipulag. En eins og segir, þetta snýst bara að veita umboðsmanni allar þær upplýsingar sem að fyrir liggja og hann sem sagt síðan úrskurðar samkvæmt því. Takk fyrir Kristján. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem að eru samþykkir þessari að geta staðfest fundargerð byggðarráðs. Greiða atkvæði. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 18, það er menningarmálanefnd Dalabyggðar. En það er fundur sem var 11. mars síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá. Einhverju sem ræða þessa fundargerð sérstaklega. Það biður enginn orðið, þeir sem geta staðfest fundargerðina gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst fundargerð atvinnumálanefndar. Það er fundur sem var 10. mars síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá. Við viljum ræða hana sérstaklega. Biður enginn orðið, þeir sem geta staðfest hana greiða atkvæði. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst fundargerð dagskrárliður 20, það er fundargerð félagsmálanefndar. Það er fundur sem var 25. mars síðastliðinn. Hverju vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Það biður enginn orðið, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst fundargerð til kynningar. Það er fyrst dagskrárliður 21, það er fundargerð dalagistingar, fundur sem var núna síðasta þriðjudag. Einhver sem vill ræða hana? Svo er ekki, þá er hér dagskrárliður 22, það er fundargerð stjórnar Bakkakvans sem liggja hér frammi til kynningar. Einhver sem vill spyrja þær? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er dagskrárliður 23, það er fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einhverju sem vil nefna fundargerð frá 27. mars til kynningar hérna. Einhver sem vill ræða hana? Það biður enginn orðið. Þá er hér síðan bara mál til kynningar. Það er dagskrárliður 24, það er hugmyndir og ábendingar að aðgerðum til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf í ljósi þess samdráttar sem blasir við í þjóðarbúskapnum. Það eru hér nokkur skjöl sem að hafa kannski sést annar staðar en verða birt með fundargerð. Einhvers vill ræða það? Kristján? Já, takk. Hóttið og fundarmenn. Ég
langaði bara svona að koma að, þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem að varðandi það sem þarna stýra eins og að flýta framkvæmdum og þess háttar eitthvað sem að þarf núna ítarlega skoðun og þarf að náttúrulega horfa til framtíðar. Það er auðvitað ánægjulegt að sjá eins og hjá ríkisvaldinu að þarna eru til dæmis Skógarstrandarvegur komin á dagskrá í svona aðgerðum. Það sem að hefur snúið að okkur og við höfum verið að veita upplýsingar það eru verkefni til þess varðandi fráveitu, eins og þið hafið þekkið af umræðinu þá hefur ríkisvaldið verið að leggja áherslu á það og verið rætt fjárframlag til þess. Við höfum veitt upplýsingar það. Kosturinn við fráveitu framkvæmdirnar hjá okkur að þær eru mestu lítið tilbúnar, hönnunin á þeim, þannig að þær hægt að fara í með stuttu fyrirvara en við munum reyndar að það framkvæmdir sem við ætluðum í á síðasta ári að það tókst ekki vegna þess að það bauð enginn í verkið þegar það var boðið út en mögulega hægt að breyta því ef verkið til þess verður stærra, þá verður þetta kannski áhugaverðara. Og það eru aðrir hlutir sem reyndar koma hérna til umræðu eftir undir dagskrárlið seinna. En eins og segir, þetta bara, ég vil bara koma því að þetta mál sem að þarf að vinna í á komandi vikum og við þurfum að skoða hvaða verkefni er hægt að fara í, hvaða verkefni er hægt að fara í með sem stystu fyrirvara, hvaða verkefni er þess eðlis að þau séu líkleg til þess að auka atvinnu í sveitarfélaginu og svo náttúrulega hvaða verkefni eru sem að gefa okkur sem viðspyrnu til framtíðar, hver munur gagnast samfélaginu til framtíðar. Þannig að þetta á örugglega eftir að vera mjög mikið til skoðunar og umræðu á komandi vikum og mánuðum. Takk fyrir, Kristján. Einhverjum fleiri sem vilja taka til máls? Og svo erum við bara í næsta dagskrárlið, það er dagskrárlið 25, það er ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vegna bráðabirgðaákvæðis sveitarstjórnarlaga. Einhverjum sem vilja ræða það? Kristján? Já, takk. Það sem ég vildi bara svona stuttlega benda á að þarna undir þessu í fylgiskjölum með þessum lið eru þrennt eða 3 atriði. Það er í fyrsta lagi sá þáttur sem lá nú fyrir sveitarstjórnarfundinum síðastliðinn föstudag og var afgreiddur þá, það sem snýr að fjarfundum og fyrirkomulagi funda, samþykktum og þessa heimildir til að veita nefndum eða starfsmönnum heimild til fullrar afgreiðslu mála. Það sem þarna er komið semst inn til viðbótar er síðan að það er komin heimild til þess að seinka afgreiðslu ársreikninga. Það er búið að framlengja þetta allt bæði fyrir fyrstu umræðu og loka afgreiðslu, búið að framlengja það allt 1 mánuð. Og síðan er þó það sé kannski, það heitir sjálfsög ekki ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra en það er þarna undir að það er að við myndum það er veitt heimild til bráðabirgða á árunum 20 til 22 að það er falla frá kröfinu jafnvægisregluna og skuldaviðmiðið í fjárhagsáætlunum sveitarfélaga. Og það er eitt sem ég er svona að vona að komi til að það er að í ljósi ástandsins, það er ekki komið ennþá í lögum eða tilskipunum, að það mun reglur það hvernig að verði veitt heimild til endurupptöku fjárhagsáætlana og það er af því það liggur fyrir að það er það sem við þurfum að gera og það er miklu flóknara að þurfa að gera þetta allt með viðaukum heldur en að það verði veitt heimild til að taka fjárhagsáætlunina upp sem
sem heild og ég veit að það til umræðu. Takk. Takk fyrir, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Biður enginn orðið, þá næst dagskrárliður 26. Það umsóknir leiguíbúðir hjá Bakkahvammi, húsnæðis sjálfseignarstofnun. En Bakkahvammi hafa borist 5 umsóknir leigu á 3 nýjum íbúðum í Bakkahvammi. Stjórn húsnæðis sjálfseignarstofnunar mun nú vinna úr umsóknum í samræmi við úthlutunarreglur og umsækjendum verður tilkynnt niðurstaðan eins fljótt og unnt er. Hverjir sem vilja ræða þetta meira en þær upplýsingar sem ég las þarna upp? Svo ekki, þá hér næst dagskrárliður 27 og ég legg til að við tökum kannski umræðan dagskrárlið 27 og 28 svona samhliða. Það umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar á lögbýlum og svo til kynningar stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar sveitarstjórnar að óska umsagnar Minjastofnunar vegna skógræktarverkefna. Einhvers vill ræða það? Kristján? Já, takk oddviti og fundarmenn. Mér langaði reyndar undir þessum lið og það var það sem ég var að gera ráð fyrir að geta gert áður en að það sem kemur í næsta lið kom fram, sem var bara núna, já, alveg á síðustu metrunum. Það að á sveitarstjórnarfundi í byrjun mars þá vísaði ég og var með tilvitnun í lagabálk fornminjalög þar sem voru mjög skýr ákvæði hver átti að greiða kostnað af fornleifarannsóknum. Ég vil biðjast afsökunar á því að þessi lagabálkur sem ég vísaði til, að þessi tilteknu ákvæði hafði verið felld úr gildi, þannig að ég var að vísa til lagaákvæða sem ekki voru til staðar og biðst velvirðingar á því gagnvart sveitarstjórn og íbúum. Hins vegar í framhald af því, bara til þess að vera nú ekki að vera að leika eitthvað lögfræðing og lenda í því að vera að vísa í gömul lög, að þó svo að geti utan dagskrár að það víst ennþá í gildi einhver lagaákvæði sem upprifinu sinni í Jónsbók í mörg hundruð árum, að þá átti það alls ekki verið það. En svona til þess að hafa þetta allt skýrt að þá ákvað ég að óska eftir lögfræðiáliti þetta, þennan kostnað og það álit liggur fyrir og það álit lögfræðingsins alveg skýrt að það séu þeir aðilar sem biðja eða óska eftir deiluskipulagi eða framkvæmdaleyfi að þeir beri þennan kostnað og ég hefði gjarnan viljað leggja það fram, en hins vegar og þá með leyfi oddvita og í samræmi við það sem oddviti sagði áðan að ræða aðeins líka dagskrárlið 28 stjórnsýslukæruna, að þá það þannig að við munum þurfa að sjálfsögðu að svara þessari stjórnsýslukæru og þar verður þetta lögfræðiálit, það skiptir mjög miklu máli og verður sást uppistaðan í því svari og þar af leiðandi getum við ekki birt þetta lögfræðiálit sem sagt fyrr en að búið að svara úrskurðarnefndinni og fyrr en úrskurðarnefndin hefur sem sagt kveðið upp sína niðurstöðu. Og í sem sagt bara samræmi við, eins og ég nefndi áðan, í varðandi erindi frá umboðsmanni Alþingis, að þá verður þessu bara svarað á hlutlægan hátt og síðan sem sagt lagt til úrskurðar í nefndinni, en stjórnsýslukæran snýr sem sagt að þessu sama, hún snýr að
að því að í afgreiðslu sveitarstjórnar fyrir framkvæmdaleyfum þá var sett skilyrði tvennt, annars vegar samþykki eigenda afliggjandi jarða. Það kemur ekki inn í stjórnsýslukæruna. Enda var það tekið fram að grenndarkynning gæti fullnægt sama skilyrði þegar niðurstaðan var tilkynnt. En hins vegar það varðandi umsögn Minjastofnunar og að stjórnsýslukæran snýr að því að það skuli vera sett þetta skilyrði. Þetta vekja athygli á því að líka í málinu með dagskrá 28. Þar líka bréf sem barst bara undir lok dags í gær sem fjallar þetta sama mál og þar kemur reyndar fram að þessi kæra hún snýr að stórum hluta líka bara að kröfu Minjastofnunar þó svo að það má segja að sömuleyti sé það ákveðið formsatriði að hún beinist gagnvart Dalabyggð en þó ekki. Okkur ber náttúrulega henni beint gegn okkur og okkur ber að svarinni. Og eins og segi þetta lögfræðiálit verður sást uppstaðan í því svari. Takk. Takk fyrir Kristján. Fleiri sem vilja ræða þessi mál. Dagskrárlið 27 og dagskrárlið 28. Það kveður sér engin hljóðs. Þá lít ég bara svo á að við séum búin að afgreiða þessi tvö mál sem eru til kynningar. Þá næst dagskrárlið 29. Það athugasemdir við kynningafund Breiðafjarðarnefndar. Það liggur hér fyrir bréf frá Breiðafjarðarnefnd. Hverju sem vilja ræða það sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárlið 30. Það undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Vilt þú fara yfir stöðun á því, Kristján? Já, takk. Ég get gert það að svo er líka Ragnheiður, Einar og Skúli sem eru í starfshópnum þetta verkefni en þetta það sem ég var að vísa til í áðan undir dagskrárlið 24 að íþróttamannvirkin eru þvímælalaust eitt af því sem að við eigum að skoða og það var hópurinn, starfshópurinn, hann hittist í gær og allir sammála það að þetta eitthvað sem við eigum að skoða með tilliti til þess að flýta framkvæmdum. Í áætlunum okkar núna þá þunginn af fjárfestingum vegna framkvæmdanna þá áætlar árinu 2021 og 2022 en hópurinn var sammála það á fundinum í gær að það yrði allt gert sem hægt væri til þess að reyna að flýta þessu þannig að það yrði vonandi mögulegt að hefja framkvæmdir eitthvað á þessu ári. Það liggur fyrir að hönnun það þarf að klára deiluskipulag fyrir þessu en það hægt að reynda að vinna það samhliða hönnun en síðan það sem þetta stóra máli til þess að sé hægt að fara á stað það að þessar byggingar séu hannaðar og tilbúnar til að setja bjóðar út og síðan tekur útboðsferlið einhverja 2 mánuði þannig að mánuðirnir eru fljótir að fjúka í þessu og þess vegna var það niðurstaða hjá hópnum og þið bæti við sem eru í starfshópnum þetta ef ykkur finnst þurfa að setja alla áherslu á það að
fá að verkinu sem sagt hönnuði og það sem við erum að skoða núna er að fá að þessu 3 aðila og að þeir munu allir vera beðnir að gera tillögur að hönnun og síðan verður það væntanlega samið við einn af þessum 3 aðilum. Þetta er sem sagt verið að skoða núna, hvaða aðilar, og við höfum líka að skoða með tilliti til laga opinber innkaup, hvernig við getum staðið að þessu og allt slíkt, en áhersla á að gera allt sem hægt til þess að færa þetta framar. En eins og segi, Einar og Skúli og Árni hafa örugglega eitthvað við þetta að bæta hjá mér. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Já, oddviti, fundarmenn. Það svo sem lítið sem ég vil bæta við, nema bara ég held að þetta sé þarft verkefni. Þetta er stórt verkefni sem við getum farið í mjög fljótlega og það svo sem krafa núna eða ábendingum að við förum í svona verkefni sem við getum kannski unnið heima. Og ég held að við ættum bara að leggja allt okkar kapp í það að reyna að flýta þessu sem mest. Fá þessa hönnuði til að drífa sig nú í að hanna fyrir okkur og held ég bara að drífa þetta á stað sem allra fyrst. Fara í útboðið og svona, þetta gæti tekið svona 4 mánuði frá þessari dagsetningu. Það væri gott ef við getum byrjað einhvern veginn í september, október. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Enginn sem biður orðið. Þá er næsta dagskrárliður 31. Það er málshöfðun Arnarlóns ehf. Vegna lauga. Niðurstaða var kynnt í héraðsdómi 31. mars og fylgir hérna með fundargögnum og fundargerð og er eins aðgengileg á vef Héraðsdómstóls Vesturlands. Einhverjir sem vilja ræða það? Kristján, vilt þú fara yfir málið? Já, þetta er fundarmenn, svona bara í sjálfu sér ekkert sem að þar held ég að reifa frekar í þessu. Þetta er eins og þið sjáið af dómnum sem er þarna fylgir með, þá er úrskurðurinn alveg skýr hvað var að frávísun. Þannig að núna náttúrulega tekur við geta málsaðilar sjálfsögðu skoða hvort þeir vilja áfrýja þessu eða hvernig það fer, en allavega málið er komið frá Héraðsdómi Vesturlands frávísun og málskostnað. Takk fyrir. Einhverju fleiri sem vilja ræða þetta mál? Ákveður sér engin ljós, þá er hér dagskrárliður 32, það er skýrsla frá sveitarstjóra, liggur hér fyrir minnisblaðum skýrslu sveitarstjóra í marsmánuði. Viltu eitthvað fara yfir hana, Kristján, frekar? Já, takk oddviti og fundarmenn. Ég held að í sjálfu sér ekki. Hún er reyndar rosalega stutt og það væri í sjálfu sér hægt að rekja miklu meira það sem hefur verið út af COVID-faraldurinn. En það er bara, þar hefur verið mjög mikið
Það er mikið af fundum og samráð og upplýsingastreymi og þess aftar og það sem ég held bara að segja eins og sveitarstjórn vísaði þetta til á sínu fundi, hafa allir lagt sitt á vogarskálarnar varðandi þetta og þess vegna var ég nú ekkert að fara í eitthvað langt mál það er bara eru allir að vinna í þessu og allir að sinna þessu. Starfsmenn sveitarfélagsins að leggja sig fram, starfsmenn viðbragðsaðila og svo náttúrulega íbúar að fylgja reglum. Þannig að það hefði getað orðið langt mál og bók COVID en ég held að menn eigi að bíða eftir því að vera að skrifa eitthvað langt mál þennan faraldur þangað til að hann er búinn og hægt að fara að gera hann upp. Takk fyrir það, Kristján. Þá er formlegri dagskrá lokið. Við tekum núna að yfirfara fundagerð. En næsti formlegi fundur, svona áður en við hættum upptöku eða beinu streymi, næsti formlegi fundur sveitarstjórnar, hann er á dagskrá 14. maí næstkomandi. En það er allt eins líklegt að sveitarstjórn eigi eftir að funda einhvern tíðan á næstu vikum, einhvern þá svona styttri fund vegna þarna heimsfaraldurs af völdum COVID-19. En það má þó stoppa streymi, tæknimaður Kristján Ingi.